Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Röðin núna komin að bílum. Við ætlum að hafa þetta aðeins skemmtilegar en bara ég að sópa bílnum eða ég fastur í umferðarteppu. Við ætlum að fara víðan völl, við ætlum að fara í ferðalag. Við ætlum að byrja því að kíkja á samgöngumínasafnið á Ystafelli og þar eru töluvert fallegri kaggar en akkúrat þessi hér. Við ætlum að líta á hann kalla. Í hugum margra, að minnsta kosti áhuga fólks bíla, samgöngusafnið Ystafell í Köldukinn sannkallaður helgistaður enda á safninu að finna fjöldan allan að uppgerðum bílum sem annars hefðu glatast með einum eða öðrum hætti. Safnið var stofnsett að hjónunum Ingólfi Kristjánsinni og Kristbjörgu Jónsdóttur í lok ársins 1998 en Ingólfur rak á Ystafelli bílaverkstæði og fljótlega eftir að verkstæði reis fór að safna saman ýmsir hlutir sem tilheyrðu bílum og öðrum faratækjum sem mynda í raun og veru grunninn að núverandi safni. Sverrir Ingólfsson, sonur þeirra hjóna, sér nú safnið og áframhaldandi uppbyggingu þess ásamt umsjón með safngripum, en hverjir heimsækja helst safnið? Það náttúrulega bara allar tegundir fólki. Útlendingar náttúrulega, þeim fjölgað rosalega núna undanfarin 5 ár cirka. Svo koma alveg svona ekta mótorhausar inn á milli, forfallnir sko. Og þetta meira sem fara að spurjast aðeins út við landsteinana. Fólk hefur með sko adressu skrifað á blað frá Evrópu og jafnvel Ameríku og að leita að staðnum sko. Og þú þarft að geta svarað spurningum þessa fólks og spurningarna eru væntanlega ólíkar. Já, það mjög ólíkt sem að brennur á mönnum. Menn koma og skoða einhvern sérstakann bíl. Kom blaðamaður í fyrra frá Frakklandi bara að skoða einn Citroën sem að Ormsson bræður áttu. Myndaði hann og við þurfum að draga hann fram á gólf og hann skreið undir og allt sko. Til dæmis, það ýmislegt sem við lendum í. Þannig að sumar spurningar eru mjög sérhæfðar. Já. Bílarnir sem að eru hérna, fáið þið þessa bíla í þessu ástandi eða eru þið í því að gera það upp? Við náttúrulega reynum að gera alltaf eitthvað upp. Við erum alltaf að vinna í einhverju og vinnum á veturnar við að gera upp. Til dæmis í þessu Efrahúsinu eru eiginlega allir í því ástandi sem við fengum og það bara hérna gamli Fordinn sem var fyrsti bílinn sem við pabbi byrjuðum að gera upp. Við gerðum hann upp gjörsamlega hér. Annars eru þau bara í því ástandi sem komið. Sverrir, ég ætla að biðja þig að velja 3 bíla og sýna okkur einhverja svona bíla sem eru í uppáhaldi hjá þér. Já, skulum við bara byrja hérna á gömlum Austin 55 módel sem við fengum úr Reykjavík fyrir 4 árum. Þessi nú bara eins og bara nýkomin úr kassanum? Já, þessi mjög fallegur bíl, lítill og nettur. Breskur Austin A90 frá 1955. En Austin bíla, þeir voru nú ekkert mjög algengir, það hérna á Íslandi? Það var, jú, það var talsvert til að bæði vörubílar og setna náttúrulega Austin Gibson jepparnir og Austin 7 meira sem voru pínu litlir breytlar, þeir voru til þó nokkrir. Þessar slaufur sem eru á bílnum, þýða þær að þessi bíl svolítið notaður í brúðkaup og svona? Hann var í brúðkaupsaksturinn núna fyrir hálfum mánuði. Já, hann hefur aðeins farið í það. En þessi bíl, hann með hansi svona skemmtilega sögu, svona keyptur í gegnum sölu varnarliðseigna. Já, hann kom í gegnum sölunefndina, var nú fyrst á Bermúdaeyjum og svo gekk hann á milli þó nokkra manna í Reykjavík. Og Hilmir Arnórsson eignaðist hann svo, gerði hann upp alveg gjörsamlega. Hann má segja mjög illa farinn þegar Hilmir fékk hann og hann gerði hann upp og færði okkur hann svo árið 2011. Og hann með R-númeri? Já, við reynum að láta númerin svona fylgja bílunum ef þeir eru á hérna. Og hann sem sagt alveg vel gangfær eins og flestir bílarnir hérna? Þessi í mjög góðu lagi. Já, flestir eru gangfærir, svona með tilfallandi bensínstíflum og öðru þegar farið að keyra eftir langan tíma. Þessi nú alveg stórkostlegur og það stendur á honum að þetta sé einn af 3 sem að eftir eru í heiminum. Já, ég held að það sé alveg rétt. Ég hef verið svona aðeins að googla þetta eins og sagt og amerísku bílasamtökin, þeir tala að séu 2 til 3. Þeir eru ekki alveg svona gúttir að þennan því hann svolítið breyttur með íslensku
íslensku aðferðinni, það búið að skipta bretti og svona ýmislegt. Þessi bílar voru bara framleiddir í 7 ár, frá 1916 til 1923 og mjög lítil verksmiðja má segja og þar af leiðandi ekki margir eftir. En einn á Íslandi? Já, það komu 2, báðir til Akureyrar og ég veit ekki alveg örlög hins en hann minnst örugglega ekki til lengur. En það fannst nú mynd á honum, eða ég sá mynd á honum daginn bara sem að, já, mjög gaman að komast að því og maður búinn að heyra af þessu sko, að hann hefði verið til og ég hef það til auglýsingar þar sem eru auglýstir til skemmtiferða, þessi báðir bílar, eða þessi 2. Og þú tekur sérstaklega fram eða biður að fólk sé ekki að snerta á bílunum? Já, Þetta safngripur? Já. Ég meina, við erum sko á flestum svona söfnum og bílasöfnum og svona, þá eru spottar fyrir og menn með ekki koma nálægt sko. En svona okkur hefur fundist það sé mikill, hvað segja, þetta svona þú kemst nær þessu, þú tengist frekar eða þú getur aðeins svona ekki þreifað heldur skoða svona nær. Ég bið fólk yfirleitt að skoða með augunum en ekki puttunum. Er þessi bíll í eigu safnsins eða er einhver einstaklingur sem á hann? Arngrímur Jóhannsson á þennan og lánaði okkur hann. Næsti bíll og síðasti sem þú ætlar að sýna okkur? Þá myndum við kannski kíkja hérna á 38 Fordinn sem við gerðum upp hérna. Kláruðum fyrir nokkrum árum. Heyrðu, þessi bíll, hann nú bara eins og nýr. Já, svona komum við til landsins. Svona voru flestir vörubílar og má segja allar rútur fluttar inn fram yfir stríð og svo var byggt á þá hér. Þetta var kallað running chassis ef þú keyptir þetta frá verksmiðjunum. Hann sett gangfær og það allt í honum. Afturljós og bensíntankurinn tengdur og allt saman. Og svo fórstu bara með þetta heim og byggðir yfir. Hvort þú ætlaðir að gera rútu, vörubíl eða hálfkassa eða svo var algengt hér. Eða hvað sem var. En þú og pabbiðinn heitinn, þið gerðu þennan bíl upp úr 2 eða hvað? Já, við byrjuðum að vinna í þessum bíl rétt í kringum aldamótin, já, 99. Og pabbi dó 2003, þannig að við vorum komin svona vel á veg. Svo náttúrulega byggðum við hérna safnhúsinn og svoleiðis, hann kláraðist ekki fyrir 2008. En hann svona, eins og ég segja, hann bara eins og hann kom úr verksmiðjunni. Ég segi bara takk fyrir að leyfa okkur hérna á N4 að skoða safnið, bara svona rétt eitt í lokin. Ég átti einu sinni Moskvits. Er lyktin ennþá í þeim bílum eftir öll þessi ár? Já. Við erum með hérna 59 ár gerinn á Moskvits og það ennþá rússalyktin í honum. Hún hverfur aldrei held ég. Rafbílar hafa verið mikið í umræðunni. Eins og sést þá ég ekki eitt slíkan, þannig ég veit ekkert allt mikið það. En hann Hólmar, hann á rafbíl, Nissan Leaf, og við ætlum næst að kíkja á hann og heyra af hans upplifun af rafbílum. Hólmar, hvernig eiga Nissan Leaf? Já, það bara mjög gott. Þetta nú kannski ekki mörg ár, þetta 1,5 ár núna sem ég búinn að hafa hann og bara búinn að reynast okkur frábærlega. Eitthvað sem kom þér á óvart? Já, eiginlega bara notkunin sko. Við heldum kannski að við myndum svona, vorum með annan lítinn bíl áður og heldum kannski að við myndum svona færa einhvern hlut af akstri jeppans yfir á þennan en það var mikill meiri hluti af akstri heimilisins. Þannig að þið notið sem sagt orðið lífin miklu meira heldur en gamla bílinn sem á stæðinu hér fyrir og hann kannski bara grottað niður eða? Já, við reynum að halda honum á hreyfingu sko. Nei, auðvitað er ég með sko ódýrustu típuna af Leaf og hann bara svona fyrir þetta bæjarsnatt og svona innan svæðis. Við höfum farið á Dalvík fram og tilbaka í vinnutengt og ekkert vandamál. En þú fer ekkert í Mývatnssveitina eða lengra til eða suður. En hann ekki til þess. Hann bara fyrir okkur hér og mestur akstur heimilisins nú einu sinni tengdur þessu sko. Já. Svona bæjarsnattinu. Hvernig hefur þið gengið að eins og í þessu snatti öll saman? Hefur aldrei orðið straumlaus?
Aldrei orðið sömlaus. Einu sinni skrapp konan einmitt á Dalvík sko og leiðinni heim þá skall á mikið frost og hún var orðin, það var svona eins og orðið lágt signal hérna út úr bænum og þá fer hann í bara svona alveg orkusparnaða gír og hún sagði að alla að hafa hann hérna inn á planið sko. En það er svona það næsta sem við höfum komist sko, þá bara missir hann afl og svona en aldrei verið stopp. En það gætur í rauninni bara keyrt upp á næsta bóndabæ og sett í samband bara í 10 mínútur og þetta er bara venjuleg einstunga, þetta er ekkert flókið. Bíllinn á þér hefur eitthvað viðhald á hann og svona sérstætt? Nei, já, ég lenti einu sinni inn á Vestæði og hérna þá bara í vetur þá bara stoppaði önnur hérna fram rúðu þurrkan, bara datt úr sambandi. Já. Það er eina sem að maður hefur gert og ég er nú búin að fara oft í hérna manuálinn og skoða sko, það er virkilega ekkert sem ég þarf að gera. Ég er með eitt vanrækt verkefni þar, ég þarf að skipta um frjókornasíu. Nú já. Já, ég er ekki búin að því, en hérna ég viðurkenni það. Já. Hvernig er eins og rytminn í þessu hjá þér, setur hann alltaf í hleðslu og kemur heim á daginn eða hvernig er það? Nei, ég gerir það ekki. Við höfum bara hlaðið svona, veturnar eru kannski svona að gera þetta svona 2 svar í viku. Núna á sumrin hefða meira ekið, heimilið stærra, fleiri hérna, börnin komið heim, þá er þetta svona upp í 3 svar í viku. Já. Og það er bara fínt. Bara setjum henni samband þegar þarf. Hefur eitthvað tekið það saman hvað þetta er að kosta þig að hlaða ári? Nei, ég skoðaði þetta eitthvað svona fyrstu mánuðina því maður bara fann bara á vísakortinu hvað það bara lækkaði bensínreikningurinn sko. Já. Og ég hef svo sem ekkert gert það upp sérstaklega. Nei. Ég bara veit að þetta er mikill sparnaður. Já. Hvað var til þess að þú fórst í rafbíl upprunalega? Ég bara alltaf verið spenntur fyrir þessu, en svo merkilegt með það, ég var sko pínu polli í Þýskalandi 1972, þá kom ég í fyrsta rafmagnsbílinn og hérna, þá hélt maður að allir bílar yrðu bara, þegar maður væri komið bílpróf, yrðu komið bara rafmagns, yrðu bara rafdrifnir, en það var nú önnur raunin og síðan hef ég bara alltaf fylgst með þessu og bara þegar að tíminn var kominn þá bara stökk ég til. Núna náttúrulega eru yfirvöld að fella niður skatta og innflutningsgjöld og alls konar bíbidi af þessum bílum. Heldur að breytist hjá þér ef að þeir fara að setja skatta á þetta aftur og vettólla? Nei, það held ég ekki. Við erum bara öll sammála. Þetta er bara mjög, manni bara líður betur að keyra þessa bíla. Manni finnst maður svona að vera bara aðeins meira í sátt við umhverfið sitt og ég held að það þyrfti mikið að gerast þess að við færum úr þessu. Eins og bílar geta nú verið frábærir, þá eru stundum til ama og það getur erfitt að koma þeim í gang, sérstaklega í svona köldu veðri. Við ætlum hérna næst að kíkja í smá auglýsingar og ég ætla að athuga hvort ég næ ekki koma honum í ganga með hann. Þetta var nú eiginlega ekki alveg nógu langt auglýsingar hér, setning sem enginn hefur sagt áður. Ég veit ekki alveg hvað að gera þetta núna, ég kom bílnum ekki í lag. Þegar maður lendir í því er gott að þekkja góðan bifvélavirkja. Hérna næst ætlum við að líta austur á Svan Hallbjörnsson á Finnstöðum við Lagafljót og bifvélaverkstæði hans. Ef eitthvað er til sem kallast 7. skilningarviti í bifvélavirkjun, þá finnst það hjá honum Svani Hallbjörnsssyni á Finnstöðum við Lagafljót. Í nútíma samfélagi eru það svo mörguleiturinn háð vélum og tækjum að það hreinlega stoppar allt þegar þær bila. Þá er gott að geta hringt í réttan mann sem mætir og reddar málunum og afspurnin er slík að símtölin berast allt frá Öxarfirði suður í Öræfi því ef einhver getur gert við bilaði vél þá er það hann Svanur á Finnstöðum en þar á bæ hefur þó ekki alltaf verið til svona myndarleg bifvélaverkstæði. Þetta eru gömlu útihúsin hérna á bænum sko. Hér voru kindur og veljur og við stöndum eiginlega á mörkunum í dyragættinni í Fjárhúsunum með rassinn í fjósinn. Hvenær breytir þið þessu og tekur þetta í gegn? Ég held að það hafi verið í 9. júlí, ef maður rétt, 2011. Það var að fara að rífa þökin hér af sem voru orðin léleg og húsin léleg raun og veru orðin. Og kannski búin að vera lengi og þess vegna laðist náttúrulega búskapur af. Það er ekki mikil ummerki um fjósalykt eða flóra á gólfunum hérna núna? Nei, fjósalyktin er farin sko. Nei. Ég mokaði gólfunum öllum út og skipti jarðveg og steypti þetta upp. Hvenær færð þú áhugann á bifvélavirkjun? Ég fæ hann mjög líklega snemma. Ég man ekkert eftir mér öðruvísi en að skrúa og hérna. Maður var við lærið á pappa frá unga aldri og ég byrjaði mjög snemma að starfa í kringum vélar.
og keyra þær. Hann var þekktur fyrir það að gera við og gera upp gömul tæki og bíla. Já, það var hans yndi, hann hjálpaði hérna nágrönnum ef að bílaði og svo endaði hann sína ævi í að endurbyggja bæði bíla og vélar. Og hérna mætast þessi gömlu tímar og nýju tímar, ekki eitthvað alveg sérstakt við það að vera líka að vinna í gömlu vélunum sinni inn á milli? Já, það er bara misjafn áhuga á málinu. Jú, mér finnst það gaman. Ég er búinn að gera upp þó nokkra og ég á eftir minnstakosti út ævina. Ég á 50 vélar kannski sem ég á eftir að taka eitthvað svoleiðis. Þannig að það er að halda á spöðunum og það er lágmark að taka inn á ári, það sem eftir er. Hér á þessu verkstæði ræður snyrtimennskan ríkjum. Gólfin tandur hrein og ekki einasti olíublekkur. Hérna er svona dæmi raun og veru nútíman, miklu leyti. Hér er mikið af tölvum og til þess að finna nú einhverja bílanir í þessu bíl, þá þurfum við að skarta hérna hugbúnaði í það. Og hér er verið að skipta tölvubúnaði í þessum bíl. Og gallinn við það að þessi bíll er það gamall að það er ekki framleitt lengur rétt box í hann. Og það þarf að breyta þessum öllum tengingum og fá þessa. Þetta er nú bara eins og forritun. Já, svo þarf að forrita þá eftir. Þá er tölvan notuð. Þetta er alltaf viðtækt nám sem að þú hlýtur að þurfa að ganga í gegnum bara til þess að þetta er bæði vélar og þetta er forritun og. Já, ég náttúrulega fæðist á þessum mörkum sem að skilja þetta í dag sko, en hérna, unga fólki skilur þetta allt saman. En ég þarf að hafa mig við. Það er alveg þannig. Ég er betri hinum megin, gömlu deildinni. Já, hérna eru dottnir svolítið aftur í tíman. Þetta er svolítið einfaldara hérna. Það er mjög lítið rafmagn og þægilegt viðfangsefni. Það sem við erum að gera í þessari vél í dag, það er að skipta olíuverk. Við vorum búinir að gangsetja hana með olíuverki sem var fullt af vatni og fast bara í öllum liðum bara, reynilega. Átreiparinn, inngjöfin, dælurnar og síðast gangráðurinn og þá fengum við annað verk. Það var kannski vegna þess að það var til svona í bakgarðinum og hægt að sækja það og setja það í, vonandi virkar hann. Hvernig er að fá varahluti í svona græður? Þú fer ekki út í búð og kaupir varahluti í svona? Jú, við förum bara inn á skrifstofu og förum á netið og það er hægt að fá allt, nánast allt. Já, það er ekki mikið mál. Það er maður hér á Egilsstöðum sem hefur verið að gera þennan bíl upp og hann kom með hann hérna í smá gangtruflun og gangsetningu í raun og veru. Það hlýtur að vera æðislegt að fara rúndinn á þessu tæki. Ég læt það vera. Jú, það er gaman en þetta er mjög gaman að þessu. Hann er vel útbúinn og góður í torfærur. Hann er með sjálfstætt rif á hverju hjóli og sjálfstæða fjöðrun og svo er þetta patentið sko. Hérna er varahjólin á legum. En þetta er til þess að þegar þú keyrir fram af bröttum börðum og onni í lækjafarvegi og eitthvað, þá steytir hann á hjólunum og þau snúast með og bíllinn rennur þetta alveg eins og vatn sko. Þetta er mjög glæsilegt tæki. Víða má sjá ummerki það að hér á þessum bæ er stutt í grín og glens. Þegar þú horfir yfir hennar tíma síðan að þú byrja, hvað er svona helsta breytingin á þínu daglega starfi? Ég er að byrja 1986 að gera við bíla og verkstæði hér inn á Egilsstöðum. Þá var eiginlega algengast að skipta platínur og kerti og stilla kveikjur og svona, fá bíla til að ganga, blöndung. En maður náði þessu upphafi í raun og veru. Þessu tíminn var þekkja basic í mótor og svona sem að ég grunum að margir nútíma viðgerðarmenn er ekki alveg með það á bak við eyrað, hvernig mótorinn, hvað hann þarf til þess að. Þetta er þekking sem er að hverfa? Ég segi það ekki, þetta er í bókinni. En þetta var haft í höfðinu hér áður fyrir sko. Hérna eru komnir í hobby í hornið? Já, hér er gaman að vera. Hérna erum við að dunda að gera upp Farmal A sem kom 1946 í Fljótsdal nýr, í Arnheiðarstæði Fljótsdal. Og hérna sérðu, hér er búið að sandblása og svona er þetta brytja niður og blásið,
stykki fyrir stykki. Og það sem hérna á borðinu, við erum að útbúa okkur aðstöðu til þess að mála og grunna og mála. Þannig að þetta meira en bara vinna, þetta áhugamál. Þetta áhugamálið, sko. Þetta er hobbyið. Sumir fara á fótboltaleik og aðrir fara á barinn, en ég sleppi þessu. Nota tíma frekar hérna. Já. Þú ert svolítið mikið þá hérna inn á verkstæðinu daginn? Já, fyrir utan ef einhver góður maður hringir og ég þarf að kippa í liðin einum traktor eða svo, þá er ég farinn, sko. Það er skemmtilegt. Já. Að hitta bóndan á hans heimavelli. Hvað kallar þetta? Meet the local, held ég. Já. Ég held að það er bara þannig. Já. Þetta þótt að vera svolítið skemmtileg tæki og mikil saga þegar þú ert að heimsækja þessa bæi og sjá þessa vélar. Já, það er. Og karakterarnir eru æðislegir og gaman að herma eftir sumum þeirra. Því lofa ég. Er þetta ekki svolítið söfnunarátta líka? Jú, versta tægi. Jú. Hvað áttu marga bíla og mörg tæki? Hefurðu tölu á því? Nei, ég veit það ekki. Ég myndi giska á traktorinn að vera nálgast 60, en ég þori ekki að fara með það. Bílarnir eru örugglega milli 10 og 20. Það er mikið og megnið af þessu er gangfært. Já. Og töluvert uppgert. Ertu að kaupa þessa bíla? Alla? Ekki alla. Já, ég kaupi sumt af þessu, sko. Og stundum vinnur maður eitthvað og fær í staðinn. Já. En það er verið að bjarga sögunni, held ég. Og draumurinn er að byggja svo utan þetta. Og reisa hér safn? Og reisa hérna safn. Það er það sem að lífið snýst finnst mér. Já, það er sannarlega af mörgu að huga þegar kemur að svona bílum og margt sem er gott að vita og kunna. Eins og það til dæmis hvernig maður skiptir eitt svona dekk. Hérna að lokum ætlum við að kíkja aftur á samgönguminjasafnið á Ystafelli. Þar á gólfinu hjá honum Sverri Ingólfssyni stóð hælisbíllinn svokallaði lengi vel. Bíllinn er tilbúinn í dag en það þurfti dálítið mikið meira en bara skiptum eitt svona dekk á honum. Á verkstæðinu á samgönguminjasafninu á Ystafelli stendur bíll kenndur við Kristneshæli í Eyjafirði. Hælisbíllinn svokallaði. Unnið hefur verið að því að gera hann upp síðan 2011 en nú sér fyrir endan á verkinu og því kíktum við í heimsókn til að berja gripinn augum. Þessi bíll var keyptur 1947 fyrir Kristneshæli eða Kristneshæli kaupir hann og veturinn 47-8 þá var byggt yfir hann á Akureyri. Grímur Valdimarsson byggir yfir hann og hann er klár til notkunar 18. maí 1948. Þá fer hann í skoðun. Svona bílar, þeir komu ráir á þessum tíma til landsins. Já, það voru yfirleitt bara keyptir, kallar opnir eða húslausir og bara framendin og grindin. Það voru svona gangfærir, þannig að það var allt saman, allt í þeim þannig. Og svo byggt yfir og bara það sem að menn vildu, hvort sem var einfalt hús með vörubílspalli eða 2- eða 3-falt hús eða jafnvel rútur. Og þessi hérna, hann er byggður dálítið breiður. Þú til að segja hvernig frá því af hverju? Þetta var, ég veit ekki hvort það er að segja lenska, en þetta var gert við alla bílana. Þeir voru breikkaðir til þess bara að koma fleiri farþegum í þá. Hvað er hann skráður fyrir marga svona bíl? Þessi er skráður fyrir 10,5 farþega. Það er svolítið sérstakt. Ég hef aldrei séð það fyrir að síðar að bíl sé skráður fyrir 10,5 eða hálfan farþega. Nei, hvernig er þessi hálfi farþegi, spyr maður sig? Já, ég veit ekki alveg hvernig þeir líta út. En það á sér skýringu því að, það sem ég held, og þegar ég fór að smíða sætin í hann, þá komst ég að því að þau eru öll, það er gert ráð fyrir 40 cm fyrir hvern farþega og það eru 2 metrar aftast í bekkurinn og svo eru 2 stólar sem eru 80 cm. Þannig að það voru komnir 9. Og svo fremsta sætið hægra megin, það er 60 cm. Og þá er bara skoðunarmaðurinn greinilega reiknað út að þarna var 1,5 farþegi. Þegar þú byrjar að gera þennan bíl upp, þá er hann nú ekki í neitt sérstöku ásigkomulagi? Nei, hann var frekar dapur. Hvenær er það sem þú byrjar að gera hann upp? Við fengum húsið, afgangir á honum í ágúst 2010. Og settum húsið þá hérna inn og vorum svona bara að skoða það og kannski telja ykkur kjark. En byrjum að vinna í honum í desember 2011. Þá hérna.
tókum við aðra grind og settum hérna inn og fórum að vinna í henni. Ég og Jón Helgi Sigurðsson frá Húsavík, hann var að vinna hérna hjá mér þá. Er mikið á honum sem er, já, úr upprunalega bílnum? Já, ég myndi segja svona, já, kannski 30% af timbrinu. Talsvert af klæðningunni, járnklæðningunni á húsinu er upphaflegt. Og já, það voru til dæmis 2 miðjustólarnir í honum, þeir eru upphaflega, ég bara að laga það aðeins. Skiptum krossið á bakkinu og svona. Viðurinn hérna utan, er hann eitthvað upprunalegur? Stafirnir jafnvel? Þeir eru náttúrulega bara nákvæmlega eins og þeir voru. Þeir voru málaðir núna bara daginn. Snorri Guðvarsson málaði þá. Og er alveg eins og þeir voru á honum. Til hvers var bíllinn svo notaður einna helst? Hann bara í alla aðdrætti fyrir hælið. Allur matur, eins og kostur, kosturinn var fluttur á þessu. Hann var bara í áhættan að færðu milli Akureyrar og hælisins. Og svo var hann líka notaður í skemmtiferðir og svoleiðis. Við á mynda á hann sem tekinn við Grenjaðarstað, þá var farið í skemmtiferð þangað. Við kíkjum aðeins inn í bílinn, eins og bara áklæðið og svona. Bólstraðir þú þetta sjálfur allt saman, eða var þetta? Nei, það kom kunningi minn og að sunnan og setti utan sætin og setti upp í toppinn. En ég setti sjálfur utan allar plöturnar, það er milli 40 og 50 plötur innan í bílnum, svona krossiðaplötur, sumar málaðar og sumar klæddar með áklæði. Ég setti utan þær, sko. En eins og mælaborðið og stýrið og var þetta í góðu standi? Nei. Ég náttúrulega sprautaði stýrið og setti svona viðaráferð á það, stundum kallað marmaráferð. Og stýrið var náttúrulega bara mjög vel lélegt, sko, illa farið. Ég málaði það upp á nýtt. En svona ljósin á bílnum almennt, eru þau ný, eins og stefnuljós og framljós? Já, ég fékk það auðvitað. Eina sem vantar í þennan bíl núna er, ef þú minnist á ljós, það eru inniljósin sem vantar í hann. Ég á bara 1, það voru 2. Ég get fengið alls konar inniljós, sko, mér langar bara að séu það eins og þau voru. Hvernig með að fá varahluti í svona bíl? Er það eitthvað hægt? Þannig að farið ekkert enga varahluti í það sem var smíðað á Íslandi. Það var bara smíðað það aftur, sko. En hérna í undirvagninn og það er hægt að fá það. Það er til dæmis, ég keypti nýtt rafkerfi og svona, þú veist. Það var auðvelt að fá í þessar árgerðir, sko, þetta 47 módel og það er svona, það sem maður kannski má segja í tísku, sko. Það er framleitt í þá núna og mikið verið að gera upp á þessu bílum. Nú talar að þú þurfur að smíða þetta sjálfur. Hvað hefurðu til hliðsjónar þegar þú ert að smíða svona hluti? Það tekur bara gamla hlutinu úr og kóperar hann. Já. En það var á þessu sumstaðar dálítið vont í þessum því að þá sumarspýturnar voru bara horfnar. En þá var bara að mæla það sem var við hliðina eða eitthvað, sko, og föndra einhvern veginn hann eitthvað til. Hvað færði þið svona til þess að halda áfram? Er áhuginn alltaf alveg jafn brennandi fyrir þessu? Ég veit ekki hvað það er, sko, þetta er. Einhvers staðar þarf maður að vera og það er alveg gott að vera hérna eins og einhvers staðar annar staðar. Það er bara, já. Jú, maður hefur áhuga á þessu. Og skoða hvernig gamlu kallarnir, eða þeir voru náttúrulega ekkert gamlir þá, hvernig menn fyrir á tímum listu hlutina. En það hlýtur nú að vera ótrúleg tilfinning að sjá svona verkefni klárast þegar bíllinn fer hérna út úr skúrnum. Já, það er gaman. Það er ekki þetta neitt að því. Það verður hátíð hér á bæ. Já, það getur alveg verið að baka bansur eða eitthvað, sko. Aldrei að vita. Jæja, þá er þessu ferðalagi hjá okkur í eitt og annað af bílum að ljúka. Ég komst þó ekki alveg eins langt eins og ég hefði viljað, en okkur tókst í þættinum að ferðast víðan völl. Ég ætla að leggja stað í næsta þátt og við sjáum svo hress í næstu viku.